Já, verið velkomin í Game TV. Að þessu sinni það leikjadómur og að þessu sinni það 2 nýjir meðlimir hérna í Game TV. Það Donna og Tryggvi. Þau ætla að vera með okkur hérna í næstu mánuðina og ætla að hjálpa okkur að vaða gegnum helstu leiki og í dag leikurinn Horizon Zero Dawn. Hvað segir þið hvernig leist ykkur á þennan leik? Þið eru búin að spila hann í einhver tíma. Hann fínt sko. Já. Flottur. Skemmtilegur grafíkin náttúrulega sjúklega góð. Já. Og Gameplayið skemmtilegt. Já, þetta er skemmtilegu pakki þessi leikur. Þetta ferði í, þetta svona kvenkyns sögu þetta, já. Sem byrjar á. Já, mér finnst það mjög cool sko. Finnst þið það? Já, við þurfum alveg meira af því. Meira konum? Já. Þetta er gott að vera komið með kvenlegt innsæði í Game TV, það er mjög gott. Meira konum, já, ég meina það truflar maður ekkert. Hún er mjög sterk, þetta er mjög sterk kona. Hún gæti verið aðeins fyndnara en þú veist. Hún er mjög töff og það sem hún getur gert allavega líkamlega er mjög cool. En svona hún sjálf sem persóna fannst mér ekki alveg nóg cool. Já, ok. Hann vantar meira svona djóka og svona kaldhæðni finnst mér til þess að ég nú allan að tengja við karakterinn. Já, en hún í byrjun leiks er hún svona eitthvað úrragg, er það ekki? Þetta er allt í einhverjum ættbálkum. Já. Og þó að leikurinn líti út fyrir að vera svona gerist í gamla daga eða fyrir mörg 100 árum, þá er hann að gerast í framtíðinni. Já, sem er ógeðslega fyndið. Já, og það er maður að sjá bílflögg og allt svona hér og þar leikinn, í umhverfinu. Það er einmitt það sem mér finnst mjög spennandi. Það er svo gaman og það er oft annarkvort alveg í fortíðinni eða alveg í framtíðinni. Það er svo gaman að sjá þetta svona blandað saman. Já, þetta er svona eiginlega fortíðarleikur því hún vinnur mikið boga og en samt maður að sjá, það eru vél náttúrulega óvinnirnir eru vélmenni og svo framvegis. En sögutráin er þannig að þessi Aloy sem er aðal söguhetjan, hún er semst eitthvað úrragg sem er búið að reka einhvern veginn út úr ættbálknum og hún þarf einhvern veginn að finna út af hverju, er það ekki? Jú. Og það er svona mjög mikið svona leyndardómur í byrjun á leiknum. Já, það er eiginlega bara ekkert gefið upp af hverju og af hverju vélmenni tóku yfir og það er fullt af svona hlutum sem að halda maður alltaf gangandi gegn sögutráin. Við viljum ekki vera að tala kannski ómikið hann. Við viljum ekki spoila neinu hérna, þetta er svakalegur sögutráin. Þetta er episku sögutráin. Er ekki sammála því? Jú. Hann hefur dramatík og hann hefur vélmenni, hann hefur blóm. Já. Já, maður er að tína blóm í leiknum. Jú. Bara blóm. Já, þannig að það er Já, þannig að sögutráin er bara mjög góður, það er svona 30 tíma að fara í gegnum leikinn og tekur öll side mission og allt sem þú ert með. Og mér langar bara að sýna bara svona stærðina, við sjáum hérna til þess mappið, hérna er maður stattur einhvers staðar í miðmappinu og ef maður zoomar út þá er þetta ekkert smá stórt mapp. Já, þetta er mjög stórt. Þetta er endalaust hérna, allt þetta skíðasvæði hér, hérna getur maður bara vaðið og þetta er náttúrulega svakalegt í þessu leik, hann er risastór og mjög mikið af sidequests, þannig að maður getur endalaust gleymt sér í þessu. En ef við byrjum á grafíkinni, hvað finnst ykkur úr grafíkina? Nú getur maður farið þarna mismunandi landsvæði og svona, voru þið hrifin af því, hvernig þetta er gert umhverfið og svo framvegis? Já, þetta er svo fallegt og ég er rosa svona details pervert. Þannig að ég fíla þegar detailsin er í lagi og meira bara svona loftkortin og eitthvað. Já, svona fljúgandi Já, sem að fjúka, þau eru mjög flott. Frjókorn? Já, það. Frjókorn. Hvað sagðirðu? Loftkorn. Loftkorn? Ég er með loftkorn á ofnami. Svo vont. Já. Þetta er svona leikur sem maður getur staðið upp á einhverju fjalli og bara, maður veit bara horfa. Bara chilla og horfa. Þannig grafíkin er það töff. Já, og nær því og PlayStation Pro, þeir sem eru með það og eru með 4K sjónvarp, ég mæli sérstaklega með þessum leik því að hann er sérlega gerður fyrir það. Grafíkin er líka bara, maður sér þeir að breyta hérna í dag og nótt og birtu og skuggar og allt þetta. Þetta er alveg áralega flott sko. Þetta er ekkert smá flott sko. Þannig ég myndi nú gefa hann bara mjög hátt fyrir grafík, erum við sammála því það? Jú, mjög hátt. Ég held að hann alveg keyri allavega mjög vel þar og maður sér eins og þú tala öll detail í öllu vélmennin, ótrúlega vel gerð, svona stór vélmenni bara, þetta er rosalegt. Og þú veist, vélmennin eru svona, þau fá svona dýrahugsun, hvernig segir maður þetta? Dýrahugsun? Já, að þú veist, þau eru með svona, hvernig þau hreyfa sig, með strætir og... Þetta eiga náttúrulega að vera dýr. Já, það eiga að vera vélmenna dýr. Og þeir hérna, svona, hvernig þau hreyfa sig er mjög líkt dýr, þannig að mér fannst það mjög gaman, sko. Já, þeir ná alveg að ná því, nú marga mismunandi tegundir af kvikindum. Já. Og maður getur náttúrulega snarað þau ekki til að koma sér, þetta er náttúrulega stórt kort, þá þarf maður að vera með svona vélhesta til að fara á milli. Og það getur maður gert það ekki? Jú, maður getur gert það. Þannig að grafíkin er mjög góð, en ef við förum aðeins í spiluna, þetta er náttúrulega bara svona open world leikur. Mjög svipað Witcher. Ég veit ekki, spiluðu mikið Witcher, eða spiluðu ekkert Witcher? Nei, við duttum ekkert almennilega inn í Witcher sem er reyndar synd og ég hef heyrt mjög góða hluti um hana. Skyrim er kannski svona leikur sem ég hef spilað sem kemst næst þessu. Já, hann er svona open world náttúrulega líka. Endalaust sidequest og maður getur gleymt sér bara í
mörg 100 klukkutíma. Já, þannig að þetta er svona eins og þessi leikinn og kannski aðeins svona einfaldar í uppbyggingu. Já. Og ef við kíkjum aðeins á, þú veist, bara eins og hérna er inni eins og skill tree, það er náttúrulega bara því þetta er svona role-playing element í leiknum. Þú veist, hvað fannst þér skill tree? Ég meina, þetta er tiltölulega einfalt. Var þetta eitthvað sem var að gera eitthvað fyrir ykkur? Voru að fara að velja eitthvað ákveðið? Sko, þú veist, það eru fáir punktar fannst mér sem voru virkilega heillandi. Ok. Þú veist, yfirleitt er kannski einhver svona ein leið sem maður vill fara til að ná því seinna sem að vera að gefa mér eitthvað gett, en ég var ekki að finna því þarna. Nei. Þannig að skiltrið ekkert ógeðslega spennandi. Nei, gaman að vera hérna, þú veist, það er þetta, já, þetta er bara, er þetta ekki aðalega bara hjálp mann að vera betri í bardögunum og þú veist, og vera power, þetta er mjög svona klassískt, það er svo sem ekkert nýtt hérna í þessu skiltree, tiltölulega einfalt og ekkert rosalega margir punktar þannig sé. Þannig að maður bara veður í það. Nú, inventory, þetta er mjög svona einfalt, það skiptir í mjög weapons og þar getur þú farið og skoðað, þú veist, hvert vopn fyrir sig, þú veist, kosti og það er þetta customize þau náttúrulega. Já, þetta er hent inn einhverju svona drasli á. Klassíska setja modificationa og getur aðeins haft það sem maður vill. Og það er náttúrulega bæðið ekki, það er náttúrulega með spjót og boga og svo er þetta að vera með svona, leggja alls skildur. Já, alls konar sko. Þetta er mjög cool. En hérna, með skilltreeið, ég er alveg þannig mannska, ég vil ekki hafa þetta alltaf flókið. Nei, ég er alveg sammála því. Ég er náttúrulega sko frekar illa gefinn þegar kemur af töluleikjum. Það er mjög mikið af töluleikjum sem mér hefur langað til að prófa. Mér finnst mjög heillandi, eins og Civilization. En svo bara missi ég stjórnum þegar ég er komin aðeins inn fyrir dyrnar. Ég er bara alveg sammálaður. Þannig að þetta er mjög hentar, mér mjög vel. Þetta er alveg bara, já. Og ég ætla ekki að vera félagann bak við það, ég sé eitthvað annað, skilur. Það er bara þannig. En takk fyrir að draga það inn í þetta, að ég sé heimskur. Þannig að það er bara þakka þér fyrir. Þú gerir samt eiginlega bara sjálfur. Já, ég veit það, en þú dróst mig þangað á staðinn. Every chance I get. Það var mjög auðvelt, fannst mér. Já, aðeins svo auðvelt. Já, það er svo að ég vilja að koma svo á framfæri. Já, ok, þetta er legið lengi á mig. Herri, já, það var inventory, það er outfits, maður getur alltaf að fara í alls kyns búninga. Og þeir hafa náttúrulega sína kosti og galla þessi búningar. Modifications er í rauninni bara hvað þú getur breytt vopnunum, þú getur aukið damage og ýmislegt fleira á vopnin. Resources, þetta er náttúrulega svona býrð fyrir svona crafting kerfið eða ekki? Já, nákvæmlega. Hvernig fannst ykkur crafting kerfið, er það eitthvað sem að að fíla að sé hægt að gera þannig? Búið til, þú veist, allt svona drasli. Það er mjög cool sko, en eins og við vorum að tala áðan, það er mjög pirrandi að þau eru alltaf að búa til örvana. Já, maður er alltaf að búa til allar örvar. Líka þú veist, það eru óþarlega fáar sem maður getur notað í einu, þannig að maður getur verið að berjast í löngu bardaga og þú veist, klárar örvana og fara að búa til aðrar. Inn í miðjum bardaga. Það er mjög skrítið. Já, það er ekki sem að það myndi setjast niður og bara fara að tálka í miðjum bardaga. Það er slagið þess á, ég ætla aðeins að... Þú getur bara negla 20 örvum í velmuna síðan fyrir steina búin í. Heyrðu, fáðu ykkur bara kaffi á með því, þetta búið til hérna 30 örvar og ganga svo frá ykkur. Þú veist, það er enginn að fara í það. Nú, svo er það treasure boxes, það er eitthvað sem maður fær bara ef maður dreipur óvinni eða leysir ykkur quest og þau eru alltaf bara, þetta er svona, þetta er svo kinderegg. Já. Ekki? Geðveik viðlíking. Ekki, maður veit aldrei hvað er inn í þeim. Nei. Já, það er sama þarna. Svo er special items, ammo er náttúrulega bara hérna og það, hérna eru þau mismunandi ykkur maður, getur eldörvar og ýmislegt fleira. En mér finnst þetta gildrudæmi mjög skemmtilegt. Já, að leggja gildrurnar fyrir dýrin. Það er náttúrulega eitt af þessu stóru kannski svona elementum í spilinu og leiknum, eða ekki? Jú, ekki spurning. Þegar þú komið svona lengra, stærri vélmenni, þá getur ekki bara verið að taka það niður með einhverjum örvum. Það hættir þetta að vera svona neytíðprúf, þú þarft pínu að hugsa og þú þarft að inn í miðjum bardaga að leggja gildrur fyrir framan stóra dýr sem það berjast í. Þannig að það er svona átt að segja hvert hann er að fara og aðeins að pæla þetta. Sem er mjög gaman. Já, og maður þarf líka að mappa út ekki dýrið. Þú veist bara hvað, það getur verið með skildi sem þú þarf að taka út fyrst. Áður og nærði eitthvað svona weak spots sem er undir. Þú veist, þannig að þetta er alveg oft strategi að taka niður hvert kvikmynd fyrir sig. Þannig að þetta er ekki eins agent-proof og þú heldur. Nei, ég veit það. Kannski er þetta í leikunum fyrir þig. Nei, kannski er ég bara... Þú fattar það samt, þannig að þetta er greinilega ekki alltaf flókið. Nei, ég fattar það. Ég fattar það, þetta er alltaf hrikalegu skellur. Svo er alltaf þetta quest, þetta er alltaf hrikalegt að vera búin að bjóða ykkur hingað. Og það er náttúrulega nokkur quest, active með insight og errands og eitthvað svona. Og notebook, þetta getur verið að læra á kvikindinn hvað það er að gera og svo framvegis. Þannig að spilinu, þetta er basically bara aksjónleikur, bara þriðjupersónu, bara með örvar og drepa alla. Þarft strategíu fyrir kvikindinn, eða ekki? Jú. Og svo er þetta rosalega explorer-leikur. Þú getur farið og verið bara að tína blóm í klukkutíma, sko. Já, það er enda það. Það er fullt af blómum og trjám og herbs og svona. Já, maður er bara svo rauð þetta, þannig að þú veist, ef maður getur dottið í það, verið bara þannig, ef maður fílar það. Og þú veist, það er allt fyrir crafting. Já, allt fyrir crafting. Svo náttúrulega, þú safnar upp plöntum í hérna medicine pouch. Já. Þannig að maður þarf að vera að tína plöntuna, sko. Það er ekki tilgangslegt bara eitthvað sem að verður sér bara stór bunki í pókanum og verður ekki en einu. Nei, þannig að þetta þú nýtir þetta allt sem þú ferð í gegnum. Þannig að það er fólk hvað til að fara í það, svo er bara fullt af side missions sem, hvernig fannst ykkur þau? Er þið ekki bara, ég finnst það bara yfirleitt frekar góð, eða þú veist? Já, það var mjög skemmtileg sko og líka oft svona,
þú veist, stundum eru side missions, þú ert að fara 3 mismunandi staði og gera, þú veist, basically það sama, en þarna stundum gerur, þú veist, öðruvísi. Það er ekki alltaf sama objectives. Nei, það er mismunandi karakter og mér er svolítið lagt mikið í side missions. Já. Það minnst það. Þú veist, það er mjög mikið dialog í svona leik. Bara á öllum side missions. Mikið er mjög flott, sem það er kannski óþarlega langt. Já. En þú veist, definitely mjög mikið lagt í þau, sko. Já, og náttúrulega sögutráðin og allir svona aðalpersónur eru mjög flottar, finnst mér. Hvað finnst þér það? Mér finnst aðalpersónan, eins og þú sagði, mjög flott, sko, en þú veist, ég tengi ekki við hana eins mikið og mér langaði. Myndirðu tengja meira að þetta veri karlmaður? Nei. Já, ekki? Hún myndi gera það. Já, ég er ekki viss hvað ég myndi gera. Nei, mér finnst þetta mjög flott. Hún er bara ekki nóg fyndin, finnst mér. Hún er svo alvarleg. Já, það vantar svona smá karltænis húmor í þetta. Fyrir okkur alltaf. Já, ég er alveg sammála því. Þannig að spilurinn bara fjölbreytt, fullt af mismunandi verkefnum, 30 tímar í spilun og allt með það að gera. Tónlistin, funduðu mikið fyrir tónlistinni og svona talsetningu? Þú veist, var það eitthvað að trufla ykkur eða fannst ykkur bara fínt? Mér finnst það mjög gott, sko. Mér finnst það bara flott, sko. Hún trufla mann ekki neitt. Hún er yfirgnæfandi eða neitt svoleiðis og er bara svona epíst af baki. Já, mér finnst það. Er ekki hún svona keyrir upp þegar það er svona stemning? Algjörlega. Líður manni bara svona, þegar maður hlaupa og tína blóm og svona rosa gott að vera svona hressa tónlistundir og þannig að mér finnst þetta sound í öllum vélmennum og mér finnst það allt svona bara nokkuð gott eða ekki? Já, mér finnst það mjög gott, sko. Og talsetning, allavega aðalkarakterum mjög lefnum. Já, mjög flott. En svo þessi litlu kannski, þetta er náttúrulega svo margir karakter. Já, það er alveg sett vinnur dialog í hvern einasta karakter. Þannig að þessi sunda er svona maður vil skippa. Já. Og líka, maður getur það náttúrulega. Já, maður getur það. En þú veist, maður vill ekki skippa. Maður vill hlusta á allt. Þetta koma kannski nokkru valkostir sem maður getur farið með samræðunar. Já. Mér finnst oft, sko, þú fær 4 valmöguleika og þú vill hlusta á alla, en mér finnst það ofta ekki skila neinu sérstöku. Nei, þetta er eiginlega bara, þú veist, þetta er samtali fer alltaf í sömu átt einhvern veginn. Þú munt alltaf bara tæma sömu. Já, af því að þú veist, svo ef þú sleppir að fara þessar 3 aukaleitur og segir strax bæ, þá segir gæðir hvort sem er það eina sem hann ætla að segja. Já, þannig að dialogi er ekki að fara að breyta hennu. Þú bara... Basically bara tala um þess hvernig veðrið er fínt. Blómin eru flott fyrir utan, og ef þú ákveður að segja bara blest og segja hei, ráður kveður, þá langaði mér að segja það. Það var mikilvægt sem við þurftum að segja. Þannig að hefur engin áhrif basically, það sem að þú veist að vera eitthvað að velja þetta en þú veist, en mann líður kannski betur, mann finnst að maður sé að hafa áhrif. Já. Þú veist, þetta er eins og að vera á þingi. Þú veist, maður er þarna, mann finnst maður að vera að gefa eitthvað áhrif, svo gerist ekki alltaf. Gerist allt í nefndum. Þannig er spilurinn 30 tímar, ég er svona bara yfir höfuð, ef við ættum að gefa honum einkunn frá 1 upp í 10. Hvað myndir Tryggvi, hvað segir þú? Hvað myndir þú staðsetja? Ég ætla að segja 8-5. 8-5? Já, þú veist, grafíkin og það sem skiptir mestu máli er flott. Spilurinn alltaf, en þú veist... Helstu gallar kannski? Eru ykkur gallar? Dialogið. Já, dialogið. Er það sem að trufla mig mest. Og eins og ég var ekki alveg að tengja mikið við aðalpersónuna. Nei, og skiltríið svona kannski aðeins. Já, hefði verið sá flóknara. Allan fyrir mig. Þannig að sjá eitthvað svona juicy sem maður vill komast í skiltríðinu sem ég finn ekki fyrir því. En þú veist, eins og þessi, það skiptir máli er definitely super. En þetta eru svona litlu hlutir sem er ástæðan fyrir að ég segi 8-5. 8-5, hvað segir þú, Donna? Það er 8-5 hér. 8-5 líka þarna? Já, 8-6 kannski. 8-6, það er að toppa. Hvað þú segir helstu kostir? Það er bara það, sko, dialogið, það er það sem truflar mér. Grafíkin er rosa flott, gameplay er mjög skemmtilega og allt þetta. En það eru bara sum dialog sem eru bara of löng. Og ég er bara með alltaf mjög athyglisprest til að nenna að hlusta á það. Þetta er ekki leikur fyrir það sem athyglisprest. Já, af því maður vill svo mikið hlusta á allt. Ég veit það. Maður getur ekki sleppt í, en svo ef maður situr maður bara, nákvæmlega. Ég er alveg sammála því. Ég myndi gefa hann 8. Ég ætla að gefa hann 8. Ég er þetta grjótharður. Ég er þetta Óli fucking Jóel, svo ég get sagt það sem ég vil. Þannig að ég gefa hann 8-0-0. Þið eru alltaf gamilt. Og ástæðan, þetta er þetta stórkostlegu leikur. Þetta er svona leikur sem ég bara tími alltaf klára. Ég held að myndi svona svart hól í lífi mínu þegar ég klára hann. Ég átti að sakna hennar og heimsins. Ég fer örugglega reglulega inn og tína blóm og svona, bara til að heilsa upp á hólkið. En helsti gallinn er náttúrulega bara, þú veist, svona sammála, þú veist, það þyrfti kannski að vera aðeins meira kjöt á beinunum. Ég er mikill Witcher maður, sko. Hann var líka svolítið einfaldar Witcher 3, þannig að mér finnst hann svolítið svona henta til þess að spila Witcher 3 mjög vel. En ég ætla að gefa 8, þannig að 8-5, 8-6, 8. Það er bara vel yfir góðu meðalagi, fýll leikur. En þetta var sem sagt svona, dómur. Hér er geimtífi fyrir leikinn Horizon Zero Dawn sem er komin á PlayStation 4 og við mælum með að þið allavega kynnið ykkur betur.